Geiturnar á Háafelli í Hvítársíðu eru lungorðnar heimsfrægar sem og geitamóðirin sjálf, hún Jóhanna. Tengdasonurinn Mummi hins vegar að stíga sinn fyrstu spor sem geitahirðir. Okkur langaði að vita hvað væri framundan á geitfjársetrinu. Við erum að reyna bara að halda fram að koma svo kortið og lifa af geitunum og náttúrulega túristanum líka. Blanda þessu saman svolítið, eða ekki? Já. Þetta blandast mjög vel saman. Og svo er ég svo heppin með tengdason sem hefur áhuga fyrir efninu og er svona óragari en ég við að pröfa eitthvað nýtt. Ég er náttúrulega svolítið kannski föst í einhverju sama farinu sko. En þetta er allavega stækka stofninn og heilbrigðar skepnur og það er það besta. Tengdasonur, byrjaðu með dóttirinnar út að þú varst hrifin af geitum eða er þetta hinn áttina? Já, foreldrar áttu jörð þannig að það var séns. Nei, það var nú bara ást sem kviknaði á Hvanneyri því að ég fór sjálfur í Landbúnaðarháskólann og lærði umhverfisskipulag og kynntist Elsu. Já, það má segja að ég hafi gift mig inn í fjölskylduna og mér finnst bara mjög gaman að hafa nóg að gera og elska það bara að vera í sveitinni. Sjálfur er ég borinn og barnfæddur Reykvíkingur en var alltaf í sveit sko sumri sem strákur og þannig að það svona rennur aðeins sveitablóð í mér. Eru þið undirbúin undir sumarið? Við erum aldrei undirbúin. Maður er alltaf að nota þessa mánuði sko til þess að undirbúa eiga lager og hafa allt snyrtilegt og fínt og svona. En svo bara túristarnir farnir að koma, þetta sé ekki bara frá byrjun mars er búin að vera túristar svo til allra daga. Bæði sem að gera boð á undan sér og það er erfitt að segja nei ef fólk vil koma og náttúrulega gott að fá peninginn. En það þannig að maður þarf að hugsa svolítið öðruvísi og það er náttúrulega gott að vera 2 í þessu, eða 3 í þessu hérna heima. Þorbjörn er náttúrulega, hann sér skepnuna mestmegnis og allt svona út í verkin. Og við erum núna sem sagt að reyna að líka koma sér svolítið í svona fastara form með að vera helst án plasts og án sko losa okkur við svona þetta einnota dót allt saman. Mummi er náttúrulega akkurat maðurinn í að koma inn í svoleiðis með sitt umhverfisskipulag og það allt saman og Elsa er náttúrulega með náttúrufræði og sögu þannig að þau eru bæði miklir umhverfisinnar. Já, svo erum við núna sem sagt að fara að taka í gagni rafbílahleðslustöð til þess að rafbílaeigendur geta sér fært að taka rúmt úr bænum og eða hvaðan sem er og fá þá að hlaða bílina meðan heimsókn stendur. Þannig að þetta er svona okkar framlag kannski má segja í svona samfélagsábyrgð og til að taka þátt í þessum orkuskiptum svokölluðu. Það er ótrúlega spennandi og passar ekki akkurat í heimsókninni því að þú verður að stoppa dálitla stund til þess að fá að... Jú, við segjum nú yfirleitt svona, já, klukkutími, það er svona eiginlega lágmark í heimsókn og þetta er nú ágætlega öflug hleðslustöð þannig að bíllinn ætti nú að vera komið með þó nokkra kílómetra inn á sig til þess að geta komist í burtu svo aftur. Já, þetta er svona, við erum að byggjum heimsóknir upp og það við reynum að fræða fólk því það er ennþá ótrúlega margir Íslendingar sem ekki vita neitt geitunar okkar. En það er þó flestir sem vita að það eru til íslenska geitur sem var mjög margir sem ekki vissu þegar ég byrjaði. Þannig að við reynum að hafa það þannig að allir gestir fái persónulega fræðslu bæði geitina sögu geitarinnar, afurðir, hvað við erum að gera og erum búin að vera að gera. Og það skemmtilega er að við erum farin að fá töluvert af fólki erlendis frá sem kemur að því vinir að sögðu þeim að þetta væri the highlight of the trip to Iceland. Og það er svolítið skemmtileg setning að fá, það hlýjar manni. Svo sem sagt erum við alltaf að auka svolítið framleiðslu í gúrmi mat. Reynum að koma fólki upp á afurðirnar. Við erum að fara að mjólka vonandi í fyrramálið. Og það eru nokkri veitingastæðir farin að nota fetaostinn. Og svo er Krauma í nágrenninu og þeir náttúrulega eru í miklu uppáhaldi því þeir eru með Háafellsplatta með geitaafurðum. Bæði kjöt og pilsur og osta. Og það er bara þetta sko að fá 2 veitingastæði sem að virkilega vilja nota afurðirnar. Það er kannski nóg fyrir 1 bíl en þetta er búið að vera dálítið langur tími að bíða eftir einhver hafi kjark til að nota afurðirnar. En svo seljum við náttúrulega langmest hérna heima því við erum náttúrulega með bæði ís, geitamjólkur ís sem fólk er mjög hrifið af. Og pilsur og nú vorum við að fá patje sem að bragðast mjög vel og við erum með nokkra tegundir af fetaostum svo svona hlaup og sultur sem passa með patjinu þannig að við gerum sápur úr mjólkinni sem að fólk þekkir orðið nokkuð vel og kreminn sem ég býtur út hólkin er ég fann að senda út allan heima á eftir fólki sem að vill meira. Það
Alltaf viltu þú eitthvað leggja til hérna? Já. Þetta er bara að sýna hvað ég er falleg. Kannski hann hrætt við dúskinn hérna, þetta er ekkert óvart. Gyðlingar eru ekki mjög hrættir. Þeir eru mjög forvitnir. Já, það. Þurfa aðeins að svona skoða allt og þefa og smakka. Þú hefur alltaf verið svo ástfangin af geitum. Já. Af hverju? Ég veist ekki neita því. Ekki þessi erfitt að skilja það, en mér langar að heyra þín orð. Ég sko, börnin mér segja stundum mér þykir vænt geitunar en þau, en það er ekki rétt. Ég myndi nú taka þau fram yfir. En ég get ekki útskýrt af hverju. Mér alltaf langaði geit frá ég var lítil og Heiða var náttúrulega uppáhaldsbókmenntirnar. En svo líka er svolítið gaman að segja frá því að það bæði kom sænskur dýralæknir, Kalle Hammerberg, sem er sérfróður geitur. Og hann sagði okkur að Ísland væri sennilega eina landið í heiminum þar sem geitastofn lifir á grasi en ekki trjágróðri. Því þær eru náttúrulega eins og dátirinn, þær eru laufætur og sem sagt vilja éta upp fyrir sig, eru nartarar en ekki grasbítar. En sennilega er það ástæðan fyrir að mjólkin er svo sæt og bragðgóð hérna. Það kemur aldrei af henni þetta þessi geitakeimur sem kom stundum á haustin með ég gaf þeim kúakögla en kemur aldrei núna. Það er fínasta bragða af mjólkinni fram í desember þegar ég geði þeim bara hafrana. Og eins fór ég á námskeið fyrra hjá ástagerðarmeistara sem ferðast heiminn og kennir fólki að meðhöndla ógerilsneyta mjólk, algjör snillingur. Og hann vildi meina að það væri gallið við geitamjólk, það var svo erfitt að gera góða jógúrt og erfitt að gera smjör því það jógúrtið er slímkenndara. Og ég sá hann ég gerði gott jógúrt og fekk hún skrítið augnaráð svona fyrsta daginn. Svo gerðum við jógúrt og hann segist aldrei hafa kynnst svona geitamjólk. Það var bara að vera víð í heiminum með námskeið. Að hann hefði aldrei kynnst geitamjólk þar sem þú fær þykka og góða jógúrt. Þú getur hrist þetta fína smjör og að bragðgæðin eru þannig að flestir á námskeiðinu taka bragðið að geitaafurðunum fram yfir kúaafurðunar. Þó við værum með ferska kúamjólk líka og ferska geitamjólk. Þetta sagði hann að væri mjög nýtt fyrir sér og hann ætlar að senda mér, er búinn að lofa að senda mér póst þetta sem ég geti svona birt sko.